Við ætlum að tala aðeins kælivökvaljós. Hérna erum við með kælivökvamælinn. Þetta mælir sem mælir hvað kælivökvun heitur á vélinni. 90 gráður sem beint upp, það er það sem hitinn fer upp í og hann á ekki að fara hærra. Ef hann fer hærra þá er eitthvað að. En áður en að það gerist þá geta komið einhver viðvörunarljós eins og ef við sá hann. Þá kemur strax hérna check coolant level, owner's manual og það er hérna rauður þríhyrningur til að láta vita að það er einhver upplýsingar í mælaborðinu sem ég þarf að vita um. Og ef við setjum bílinn í gang þá stundum kemur þá rautt ljós til að láta vita um kælivökvann. Það myndi líklegast gera það bara því ég keyri á stað. En við erum með alls konar ljós sem geta komið, en við erum með kælivökvaljós hérna. Þetta er ekki rautt, en þetta er samt rauð athugasemd. Þetta er mismunandi eftir bílum. Og til þess að meta þetta þá þarf ég að fara fram í húddið á bílnum. Hérna er kúturinn fyrir kælivökvann og hérna er lægsta sem að má vera og hérna er hæsta. Hann á að vera einhvers staðar hér á milli. Kannski munur hvort það sé heitur eða kaldur kælivökvinn, þú veist hvar hann mælist. Þegar maður opnar þetta hérna og loka þá má vélinn alls ekki vera heit. Hann þarf að hafa staðið einhver tíma. Þegar það getur bara komið gosbrunnur upp úr þessu og bara brennt mann sko. En nú er hann ekkert heitur af því að ég setti bílinn bara stutt í gang. Ef við skoða hérna onni, það er bara ekkert hérna onni. Þetta er skynjarinn sem skynjar kælivökvann, þessi pinnar. Þeir meta það bara hvort það sé nógu kælivökvi í. Þannig að þetta segir mér það, ég þarf að bæta á hann. En málið er að það er ekki eðlilegt að þetta eyðist. Það er einhver ástæða fyrir að þetta hefur eyðst upp. Og það er alveg margar ástæður sem að geta verið. Líklegasta ástæðan er að kerfi er að leka einhvers staðar. Það er svo rosa mikið á svona gúmmíhosum og eitthvað. Þannig að þetta er bara eitthvað sem þarf að láta vegstaði bílnagreina eða einhvern sem maður þekkir til. Þannig að þá vitið þið með þetta ljós.